er Garðkast hjá Vatnsnesjarn. Ég ætla bara að byrja á því að tala trefilinn sem ég búin að vera að prjóna. Gæti varla verið meira spennt út af því að mér finnst þessi trefill bara hreinasta snilld. Ég er ekki búin að mæla hversu langur hann en hann heil 680 grömm af DK-garni. Fyrir að fyrsta finnst mér hann alveg geðveitt flottur, mér finnst þetta mjög skemmtilegt prjón. Gaman í svona munsturprjóni og skemmtilegt líka, það var ekki alltof stórir kaflarnir, þannig að það væri, maður fengi leið á því hér þannig, það var svona, það var bara mjög svona yfirstíganlegt eða svoleiðis. Byrjaði sem sagt á svona heklaðri uppfit. Ég veit ekkert hvort þetta sést. Ég var semst eftir að tengja hann í hringinn, Þetta á að vera svona, endalaus trefill, sem sagt bara hringur. Og svo hinum megin ég er nú bara með þetta á svona, hvað heitir það? Lykkjusnúru. Ótrúlega hentugt. Það er þetta fjólubláa, hitt bara eitthvað endar sem ég hef eftir að ganga frá. Og svo, veit ég ekki, það held ég á að likkja saman, endana sem ég ætla að reyna að komast í, kannski helgina eða eitthvað svoleiðis. Ætlum að snúi þá ekki bara einu sinni og likkja svo ekkert með saman. Ég er ekkert búin að athuga í uppskriftinni nákvæmlega hvernig það var. En ég sem sagt byrjaði á þessum enda og ætlaði mér bara að nota, þetta, ég ætlaði ekki komin hingað. Ég held að þetta sé fyrsta munstrið, eða fyrsta munstrið, sem sagt hingað. En ég var komin svona hingað og þá var ég búin að ákveða, ég ætlaði bara að nota þessa liti. Ég var með 2 ljósa og 3 dökka. Og ætlaði bara alltaf að skiptast á og nota ljósa og skiptast svo á þessum 3 undir tónum. En svo einhvern veginn, bara líka því að ég var búin að byrja á honum og vildi svo mikið nota úr stassinu en afvegaleiddist síðan. Þannig ég fór og fann svona bleikan og grænan og eins og í þessu hér, þar ég með bara bæði þennan bleika og annan bleikan sem að ég átti lítið af eða svoleiðis. Og gulan var ég búin að taka til líka. Mér fannst það ekki beint eins og hann ætti almennilega heima þarna en jú, allt í lagi. Og svona ljósbláan og eitthvað svona. Langmest BFL DK sem að bæði vegi komið aftur og ég get farið að setja á vefverslun. Og hér líka bara venjulegt DK-garn og líka sem gerir þetta pínlítið skemmtilegt að það DK með ég veit ekkert hvort það kemur til með að sjá stundu, kannski skiptir það ekkert öllu máli. Eins og þessi blágræna það silfurþráður í því. Þannig að á einhverjum tímapunkti, einhvers staðar kemur þetta til með að glansa pínlítið. Í fyrradag þá var ég alveg bara svona, það komið vor, en svo náttúrulega núna hálfgerð hríð. Þannig að því leytinu til ég ánægð með að vera búin með þennan trefil og geta kannski notað hann einu sinni eða eitthvað. Og svo á ég hann náttúrulega bara fyrir næsta vetur. Ég algjörlega tilbúin að það sé ekki vetur, Ég myndi frekar vilja vera bara í léttum sumarkjól og ekki í kuldagalla. En það er ekki svo ég ráði því. Meðan hins vegar ég var að prjóna þennan trefil sem að tók bæði vegi ekkert ýktan tíma. Auðvitað ég búin að vera að þessu síðan í janúar held ég eða eitthvað þannig. En það er ekki almennilega markað, ég ekki með neitt rosalega mikinn prjónatíma. Ég meina bara að, eins og ég kannski sagði síðast, að það eru bara 144 lykkjur og maður enga stund að fara umferðina,
Þannig að þetta verður mjög svona viðráðanlegur trefill þó að sé langur og noti töluvert mikið af garni, myndi ég segja. Meðan ég var að prjóna þetta munsturprjón sem eru 2 lítar alltaf í einu, þá fór ég aðeins að skoða bara, þú veist, eins og maður gerir á YouTube, varðandi munsturprjón og rakst á eitthvað sem upp á ensku kallast color dominance eða þá bara ríkjandi litur. Mér fannst þetta ég hef aldrei heyrt þetta í, þú veist, íslensku tala þessi annar liturinn sem, þú veist, sé ríkjandi þegar maður er að prjóna svona munsturprjón. Þannig ég fór að grafa aðeins dýpra og gerði pröfu. Ég notaði bara eitt munstrið úr treflinum og gerði þessa forláta pröfu hérna. Þar sem að sést mjög greinilega guli liturinn meira, þú veist, fram, eða þú veist, hann meira sýnilegur hérna niðri heldur en uppi. Og það hefur að gera með að þegar ég prjónaði þessa pröfu, þá hélt ég gula garninu fyrir neðan og nú rata og ég held á, veist ég ekki með sýnidæmi. En ég er með annað bandið upp á og svo held ég hinu hérna niðri. Ég er ekki með bæði böndin upp á puttanum og ég er ekki, þú veist, ég prjóna ekki með annað bandið í hægri og hitt í hérna hinni. Þannig að þú veist, allavega þegar sama hvað aðferð maður að nota, þú veist, í tvíbandaprjóni, að þú veist, að það kemur oft fyrir að annar liturinn meira sjáanlegur. Svo rakst ég á annað YouTube myndband þar sem að því var nú aldeilis haldið fram að þetta hefði ekkert með hvort að annar liturinn var ríkjandi eða ekki, heldur með hvað segja, þú veist, þegar maður horfir á hluti á ensku þá man maður bara enska orðið, tension. Þú veist, þetta hefði með bara hefði með að gera að það væru jafn og ég get ekki andað fyrir þessu. Tension, ég verð bara að nota það þangað til mér dettur eitthvað annað í hug. Þú veist, að maður væri þá með jafn stórar lykkjur af báðum litum og þau myndi aldrei verða svona ójafnvægi í litunum. Sem sagt, ég notaði skipti og með gula litin undir, svo að segja, í þessu hérna og svo brúna litin undir. Og þráðurinn sem undir, hann slakari, þú veist, þegar ég að prjóna, ég veit ekkert hvernig þú gerir þetta. Hann slakari sko þegar ég að prjóna, þú veist, hann ekki eins strekktur. Og þó að það sjáist ekki eins vel og á þessum gula, þá þessi brúni, hann með aðeins stærri lykkjur, þú veist. En svo þegar ég var að prjóna trefilinn, í hann aftur, þá tók ég eftir því að, þú veist, hér í upphafið eitthvað og svo ég búin að prjóna lengi og til dæmis í þessum hér nokkuð jafnt, fattaru, svo hef ég nú bara verið í einhverju stresskasti hérna því að það sést eiginlega ekkert í hvítu lykkjuna þarna inn á milli. Þú veist, þetta sama munstur og þetta hér, þú veist, þetta varla hægt að líka þessu saman. Hvað þetta? Hanna. Þú veist, það varla hægt að líka þessu á bláa við þetta hérna á brúna. Út af því að lykkjurnar í hvíta þessast ljósa liturinn, þær eru bara miklu strektari og einhvern veginn, ég hef bara ekkert verið að fylgjast með. En það sem ég tók eftir var að þetta vildi allt saman jafnast út. Eftir því sem að ég prjónaði meira, fattarðu mig? Þannig að varðandi ríkjandi liti eða ekki, nú bara svona þú veist að því ég rakst á þetta, að þá hugsa ég held ég vera sammála hérna, mér minnir það hafa verið Arni og Carlos, heita það, frá Noregi, þegar þeir voru að tala í myndbandi ríkjandi lit, að það væri í raun og veru ekki spurning að það væri ríkjandi litur heldur að þú væri með jafna, þú veist, prjónfestu, eiginlega mætti bara segja, á báða litina sem þú ert að nota í einu. Hins vegar alveg valid að mér finnst
að vita af því ef maður ekki komin með jafna prjónfestu á báða litina en þá, þú veist, það kannski að prjóna munstur og lopapeysu eða trefilega eitthvað, að vita af því og þá getur maður svona eins og, þú veist, bara já, hvort vill ég að, þú veist, hvor liturinn vill ég að sé meira sjáanlegur, þú veist, eða hvort þjónar betur munstrinu, þú veist, að það sé svona eða það sé svona. Eitthvað til að hugsa. Síðan síðast, þá ég búin að setja aðeins við spunahjólið og ætla að sýna þér með minnir að þetta hafi verið það sem var á hjólinu og ég ætlaði að tvinna saman held ég að muni kallast eða svoleiðis. Þú veist, þetta náttúrulega yndislega ójafnt. En þú veist, ég bæði stolt af mér fyrir að hafa lært að spinna og hafa ekki bara keypt þetta hjól og bara ekkert gert af því að þú veist, það hefði verið alveg, það var alveg möguleiki sko. Síðan þá, þú veist, síðan ég gerði þetta hér, þá ég búin að æfa mig aðeins meiri að gera, þú veist, kannski bara í leysgrófleika þráð, svo hann verði svona cirka fingering þegar maður tvinnar síðan saman. Þú veist, ef maður ætlar að gera það. Einnig síðan, þá ég búin að prófa að spinna einn þráð merinóull og einn þráð íslenskrull. Þú veist, hvað lendir ekki í þessu? Og tvinna það saman síðan, þú veist, það var ágætlega skemmtilegt. Hérna ég síðan komin með á spóluna merinóull sem ég litaði, því svo ég líka að spá í, þú veist, hvernig maður litar, þú veist, hvað þú veist, þú kannski kaupir þú kaupir ull sem óspunnin og hún í einhverjum kannski 3 litum og verður eiginlega að hugsa, þú veist, þegar ég blanda litunum saman, hvernig verður fyrsta lagi garnið og í öðru lagi flíkin, þú veist, hér ég til dæmis með gult, blátt og brúnt sem ég búin að spinna saman, þú veist, ekki neitt sérstaklega röð eða neitt. Og útkoman verður eiginlega svona gulbrún, þú veist. Og þegar ég ímynda mér þegar ég myndi prjóna, eða gulgrænbrún, þú veist, þegar ég myndi prjóna sennilega frekar grænbrún, þegar ég fyrir að hugsa þetta betur að því að blár og gulur gerir náttúrulega grænan og svo brún litur, þannig að þetta verður svona grænbrúnt með gulu ívafi. Á ég að greina þetta eitthvað frekar. Þú veist, og svo myndi ég kannski prjóna húfu eða whatever og hún það einmitt, þú veist. Að ég að sjá fyrir mér að maður þurfi þegar maður kaupir sér óspunna ull, einhvern veginn að sjá fyrir sér bara, já, hvaða lit mun ég eiginlega enda með, þú veist. Og sömuleiðis þegar ég að lita svona, þegar ég að lita óspunna ull, að þú veist, vera með einhverja sýn yfir hvað endaútkoman eða svolítið, hver endaútkoman verður. En hérna ég búin að tvinna þetta sem sagt saman og aðeins búin að ná tökum á því að hafa nett fínni þráð heldur en á fyrstu herspunni. Ég nokkuð vissum að síðast þá fór ég yfir eða sýndi þér litina úr jóladagatalinu í fyrra, sem sagt 2021. Mér sé alltaf að tala jóladagatal og það sem furðulegt að ég að fulla ákveða hvernig næsta jóladagatal verður. Þú veist, af því að það mars. Ég sem sagt búin að lita þessa liti á stórar hespur sem einhvern veginn gefur manni netta aðra mynd og svona, þú veist, svo ég eftir að prjóna prufur. Hérna með ljósbláan. Ég man ekki ég man ekkert nákvæmlega hvaða litir voru síðast, en ég held að það séu allir þessi sem ég ætla að sýna þér aftur núna, bara á stóra hespu. Because I like it. Annar blár. Sko, þessi fyrir það fyrsta, hann bara algjört krút. Bara ljós, þetta ekki babyblár. Eða kannski þetta babyblár. Mér finnst hann bara að vera total krút.
Og svo er ég með nýjan bláan hérna, sem er eiginlega með pínu fjólubláu ívafi. Þú veist, það er vegleg hreyfing í þessum án þess að vera sko línur eða þannig. Markmið með bæði þessum og þessum hér fjólubláa og þessum hérna brúna var að skapa svona aðeins samfelldari útlit þegar hann væri prjónaður. Ég hugsa að nýrri hespur heldur en þessi muni samt sýna það betur, þú veist. Markmiðið var eiginlega að hann væri meira í áttina að blönduninni á litunum í þessum hérna tveimur. Ég get alveg segja fyrir mér eitthvað feit úr þessu. Einhverja samsöðu. Sannarlega. Þessu eru ekki komnir með nafn. Og ekki komnir á netið heldur hjá mér. Þessi guli hérna heitir Moutarde sem er sinnep á frönsku. Og svo er ég með dökkbrúnan sem heitir chocolate, súkkulaði á frönsku. Ég held meira að segja að ég hafi lyft þessum tveimur upp síðast. Það er allt í lagi. Svo er ég með, sko, hann er svona fjólu bleik svartur. Hann er, þú veist, sennilega er hægt að segja að sé bara ýkt dökk fjólublár. Hann er samt ekki litaður með bláum, ekki einum dropa. Heldur svörtum og bleikum. Kemur alveg fruntalega vel út. Heldur ekki búin að finna nafn á hann. Og heldur ekki búin að setja hann á netið. Þennan var ég búin að setja á netið og hann heitir Lovely. Hann er líka Lovely. Sömuleiðis þessi blái, sjáðu. Goodness! Ok, ég hef aldrei verið hrifin af svona ljósum pastellitum, en mér finnst þessi glorious. Svo er ég reynda með einn nýjan hérna, maður er alltaf að sjá, þú veist. Maður er alltaf að sjá þennan popp upp allstaðar á Instagram og svona. Þú veist, fólk er með ljósa liti og svo búing, einhvern svona brún orans dæmi. Yep, I like it. Þannig að þú veist, ég var bara andsetin af þessum og gat ekki annað en litað hann. Svo var það þessi hér sem heitir Sable, sandur á fransku. Ég ætti kannski að læra að bera þessi orð fram fyrst ég er að nefna þessa liti með fransku. Það endaði þannig í framhaldsskóla að ég lærði aldrei nein tungumál númer 3. Ég var svo mikið í að skipta sig það til. Alltaf að flakka á milli hvað ég vildi læra og ákvaða svo ekki fyrir bara rétt undir 30. Og þú veist, ég var í skóla á Sauðárkróki. Svo var ég í skóla í Reykjavík. Og svo fór ég í annan skóla í Reykjavík. Og í 3. skólan í Reykjavík. Og svo hætti ég og þú veist, eitthvað svona. Og var síðan í fjarnámi og eitthvað leigublað. Þannig að ég lærði aldrei neitt 3. tungumál. Hvorki þýsku né frönsku. Og svo er hérna indæll grænn sem ég er frekar hrifin af og hef ákveðið. Heitir Dreki. Minnst þeir hérna sandur og dreki. Eða Sable. Sable. Eða eitthvað. Þetta geti verið gott mót hérna. Ég veit ekki, kannski hengið og bara hérna á. Ertu búin að sjá að ég kom með málað hornið, það var gult síðast og nú er búið að mála það fyrir mig. Já, og þessi, ekki bara hengja hann upp. Og ég veit ekki, ég verð að opna hann. Þessi heitir eitthvað Vamos held ég. Af því ég var að horfa á þættina þarna spænsku þættina hvað heitir þetta eftir? Fólkið sem að fer og rænir banka og eitthvað svona. Höllin eitthvað. Skiptir ekki máli.
En það voru tvö orð sem að ég þá sem sagt kann í spænsku núna. Það vamos, sem bara að koma núna eða flýta sig eða eitthvað svona. Og ára, eða ahora, eins og að skrifa, þú veist, ára, núna. Á punktinum, á tímanum, núna. Og þennan hef ég sem sagt ákveðið að skýra vamos. Út af því að það orð sem ég kann í spænsku. Akkur allt þetta tungumálaves, ég hef ekki hugmynd. Þú veist, ekki vera að spyrja mig einhverju svona. Þetta bara spurningar sem ég hef ekki svarað. Og hengja hann hérna. Búp. Þá var þið afturansettin. Af því sem að skildi vera ljós litur í grunninn með bara fullt af litum í. Fullt af litum. Það ekki ný taktík, ég búin að vera að leika mig svolítið með þetta að vera með marga liti í til að reyna að skapa einhvers konar heild af einhverju ákveðnu. Hann prófaði að græja það sem að mér fannst vera í hausnum á mér. Þetta í fókus, kannski? Sem sagt, ljósan grunn og marga liti í, sem ef ég sýni hvernig prjónast. Þetta ný gleraugu. Þessi eru gömul og svona skökk og gett laus á, þú veist, kantinum. Önnur ég búin að margskekkja svoleiðis og vantar bara ný gleraugu. Mælirðu með einhverju? Sem sagt, svona kæmi það út. Einnig pointið hér að vera ekki með, þú veist, svona líta poll í efninu heldur svona einhvers konar heild, sko. Mér finnst þessi svolítið skemmtilegur. Ég var að prófa að hafa jafnvel, þú veist, já, ég veit ekki, jafnvel meiri liti eða sterkari litina inni. Ég ekki viss, en mér finnst þetta, þú veist, mér finnst þetta virkilega skemmtilegt. Þessir gætu verið saman. Peysa. Þetta peysan og þetta munstrið. Goodness, kannski. Engin þennan upp líka. Þá komið svona falleg lita paletta hér. Og svo þá litaði ég útsaumsþráð. Þú veist, ég kann ekki að sauma út en. Þetta í boði. Þú veist, hespan 3 grömm. Og ég annars með blöndu af BFL-ull, eða Bluefaced Leicester-ull, sem bresk tegund af sauðfé. Og það rétt rúmlega helmingurinn af þeirri ull og svo rétt tæplega helmingurinn silki. Og svo ég með til dæmis, og svo ég með bara silki, sem líka mjög áhugavert. Og nú ég að spá í, þú veist, að því ég litaði bara svona, eða þú veist, ég hugsa með mér, ég veit ekki, þú veist, ef maður að sauma eitthvað svona út, þú veist, maður þá mikið að nota, hvað vill ég segja, þú veist, maður þá ekki mest að nota bara heillit, þú veist. Nú bara því ég hef aldrei, þú veist, saumað, jú, ég saumaði krossaum í svona viskastykki einhvern tímann í grunnskóla. Þú veist, þannig að í fyrsta kasti litaði ég eiginlega alla bara, þú veist, í svona heillit. Ég með speklaðan, þetta bara Trúnó liturinn, minni mig. En svo fór ég að spá í, þú veist, hvort það gæti jafnvel verið skemmtilegt. Bara svona silfurgrár með silki. Að gæti verið skemmtilegt eftir hvernig útsaumsverkefni kannski maður með að nota þráð sem að mikil litarhreyfing í. Þú veist, kannski frá ljósbleikum yfir í dökkbleikan eða úr gulum í grænan eða eitthvað í þáttina. Útsaumsþráður. Ég verð núna að fara að læra að sauma út, held ég. Ég sem sagt fór og var með búð í búð í garnigangi. Reynda meint Indælbúð, eða þú ert á Akureyri, þú ert bara að fara í garnigangi. Þar allt sem þú þarft.
Ég ætlaði nú eins og ég geri yfirleitt þegar ég fer eitthvað svona, þú veist, þá ætlaði ég að setja almennilega story og skoðagatni og eitthvað svona í búðinni. Bara virkar ekki story á Instagram hjá mér. Það er bara ef ég set fleiri en bara eitt svona einn vídeokaup, við hvað tala þá bara fer það ekki á Instagram. Ég veit ekki hvað að gera því, en þú veist, sannarlega leiðinlegt er það. Það sem ég hins vegar fann hjá þeim var þessi indæla og sæta útsaumsbók. Þetta er aftan á. Og þetta er raun og veru bara svona uppskriftabók með, þú veist, bara svona mótífum. Ég keypti eina bók með blómum í. Datt í hug að þú veist að kannski geti verið gaman að prófa að sauma svona út á einhverju verkefnapoka eða tuskur, kannski ekki tuskur, jú kannski, eða föt eða viskastykki. Gæti verið sniðugt og skemmtileg gjöf að sauma eitthvað svona lítið út í viskastykki og gefa jólagjafir. Og svo keypti ég sem sagt aðra svona litla bók með í raun og veru bæði eldhúsáhöldum og mat. Þú veist. Mér finnst þær alveg geggjað sætar. Þetta er frá einhverju DMC og er bara svona krossheims uppskriftabækur. Það eru litlar og sætar. Ég er hrifin. Þar keypti ég líka holstgat. Nú ræða þær svo mikið holst, þannig að ég keypti svona litla dúska eða hnoðra af holstgatni. Bara mér langaði svo geggjað að prófa. Og mér minnir endilega að þetta sé ullar og bómullablanda. Sem er spennandi. Ég veit hins vegar ekkert, þú veist, hvað í ósköpunum á ég að gera úr þessu. Mögulega langar mér samt að gera vettlinga, þú veist, væri það ekki eitthvað? Eða ég veit það ekki. Eyrnaband eða húfu. Ég er ekki alveg viss um þetta sé nóg í húfu. Ég veit það ekki, ég var ekki búin að vigta þetta, en þú veist. Kannski gerist ég kreatív og fæ einhverju rokkna hugmynd og verð hér næst með lausna á þessum vandamáli. Það sem er búið að vera á döfinni, það er, þú veist, að ég fór á Akureyri og þú veist, þangað og var með búð í búð og svo eru búin að vera og er í gangi garnhelgar á nýtt Hvammstangi og þá fer ég og kynni garn á og svo eru búin að vera nýtt Hvammstangi. Það eru 3 helgar núna í mars. Svoleiðis alveg löngu uppselt og svo er náttúrulega prjónagleðin í júní. Ég ætla að prjóna mér prjónagleði peysu. Nú er ég bara svona rétt aðeins að íhuga, þú veist, hvaða peysu ég vil hafa. Ég vil prjóna mér. Mér finnst þarna bæði þarna nýja peysan frá Steven West vera mjög flott og líka Petit Knit. Báðar svona ekki sem sagt litamunsturpeysur heldur bara útprjónsmunsturpeysur. Mér finnst það virkilega flottar báðar. Ég ætla að skoða aðeins uppbygginguna á þeim. Eða ég veit ekki, kannski langar mig að prjóna eitthvað allt annað, þú veist, hvað er inn núna, hvað verður töff að gera. En þú veist, ætla ekki allir að prjóna sér prjónagleðipeysu. Ég meina, er nokkuð vit í öðru og ætlar ekki að koma. Þú veist, ég er ekki að djóka, í fyrra, það var bara sturlað gaman, bara verulega gaman og mega flott námskeið og fyrirlestrar og ég veit ekki hvað og hvað. Ætli ég verði ekki að hvetja þig líka til þess að þú býrð ekki í nágrenninu við prjónagleðina og Blönduós að tékka á gistingu sem fyrst, því að til dæmis í smáhýsunum sem ég sé það er allt orðið fullt í sumar, eða svona nánast. Bara svona upp á, þú veist, eða ætlar að koma ást ekki alveg ákveðin að taka
kannski ákvörðun sem fyrst, svo þú missir ekki af þessu. Og með þessar hugleiðingar hvort að þú ætlar ekki örugglega að koma á prjónagleðina og hvaða peysu ætlar að prjóna þér fyrir prjónagleðina, segi ég bara bless og þar til næst. Takk fyrir mig.